Komið sæl og gott að sjá ykkur hér í dag, kæru íbúar og aðrir hagaðilar. Velkomin á þennan upplýsingafund sem við erum að halda hér fyrir íbúa og starfsfólk sem að búa og starfa á áhrifasvæði Fannborgar 1. Við sögðum það á síðasta fundi sem við héldum, sem var opinn fundur, íbúafundur, að við myndum halda upplýsingafund fyrir hvert fasa. En það mikilvægt að halda því til haga að núna erum við ennþá í 0. fasa. Sama fasa og við vorum í þegar við héldum síðast fund með íbúum. Við hins vegar töldum mikilvægt að halda þennan íbúafund fyrir ykkur íbúa sem búa á áhrifasvæðum Fannborgar 1. Og í dag ætlum við að fara svona yfir hver staðan og líka fara betur yfir með ykkur þær úttektir sem eru framundan. En við leggjum auðvitað ríka áherslu á það að vera í góðu samtali við ykkur og við munum gera það áfram. Við ætlum að vera með íbúafundi á öllum stigum í þessu verkefni og þegar við förum yfir í fasa 1 þá munum við á sjálfsögðu aftur halda opinn íbúafund. En eins og ég sagði áðan að þá þessi fundur hér í dag fyrst og fremst fyrir ykkur sem búið á starfið á þessu áhrifasvæði sem ræðir. Ég ætla að endurtaka það sem ég sagði á síðasta íbúafundi. Það auðvitað framundan uppbygging á svæðinu og við áttum okkur öll á því að það verður rask. Það verður rask í ákveðin tíma, það verður ónæði. En auðvitað það okkar hlutverk í bæjarstjórn Kópavogs og auðvitað starfsmenn Kópavogsbæjar að standa vörð ykkar hagsmuni. Þetta skipulag sem við erum að vinna eftir var samþykkt á síðasta kjörtímabili. Framundan uppbygging á miðbæ Kópavogs og við auðvitað trúum því að þetta veri klárlega lyftistöng fyrir svæðið og allan Kópavog. Við leggjum ríka áherslu á það að vera í góðu samtali við ykkur, koma upplýsingum til skila til ykkar, hvort sem það á fundum sem þessum eða opnum íbúafundum. En þá höfum við líka sett á laggirnar upplýsingasíðu þar sem að til dæmis núna erum við að streyma þessum fundi og þessi fundur mun birtast á heimasíðu okkar. En svo höfum við líka skipað samskipahóp og við erum með, sem verður kynnt hér til leiks, Herdís okkar sem verkefnastjóri samskipta hópsins. En hér auk mín sem bæjarstjóri Kópavogs, formaður skipulagsráðs og aðrir starfsmenn Kópavogsbæjar og við auðvitað erum reiðubúin til að svara spurningum þegar fundi lýkur. En Védís Hervör, hún ætlar að stýra fundi hér í dag og fara svona stuttlega yfir ferli sem framundan og svo erum við með sérfræðinga hér sem ætla líka að fara yfir aðra þætti. En ég þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir. Já, góðan og blessaðan daginn, kæru fundagestir og allir sem að sitja heima og horfa í streymi. Við líður svona pínu eins og þetta sé í heimsfaraldrinum þegar maður að tala til einhver sem að horfa á streymið heima hjá sér, en sem betur fer það liðin til. Þið heyri vel í mér, það ekki? Já, ok, það gott hljóð. Það kannski, já, ágætt að segja ykkur frá því að við erum auðvitað með tölvu svona póstlista og SMS-lista sem liggur hérna frammi hjá kaffikönnunni. Það ekki rétt hjá mér? Þetta bara hérna beint við hliðina. Já, þannig að þið getið skráð ykkur á netfanga og SMS-lista. Við erum því miður, það eru vankantar á því hvernig við erum að ná til ykkar, af því að það ekki allir skráðir á já.is og svo framvegis. Þannig að hérna endilega skrá ykkur þar og svo líka hægt að fara inn á miðbæri mótun sem á forsíðu Kópavogsbæjar á hérna heimasíðunni þar og skrá sér rafrænt ef þið vilji og þá eru þið alveg garanterað að fá upplýsingar þá upplýsingafundi sem eru til dæmis framundan. Já, ég syns að þetta umbóta og þróunarstjóri hjá Kópavogsbæ og mitt hlutverkir í dag að vera hérna fundastjóri og ég ætla svona að tryggja það að það sé gott upplýsingaflæði og líka auðvitað bara hérna góð tímastjórnun vonandi og að umræðurnar fari svona hérna skilmerkilega fram og við förum aðeins betur yfir þá eftir.
En hér auðvitað þetta svæði sem ræðir sem við köllum miðbæ í mótun. Og þið hafið séð þetta væntanlega allt áður og hér þessi Fannborgar reitur sem til umræðu hér í dag og þetta áhrifasvæði og fundurinn í dag sérstaklega haldinn fyrir þá íbúa sem verða fyrir áhrifum og ég ítreka það og þið munið heyra það oft í dag og við erum ennþá í 0. fasa og hvað þýðir 0. fasi? Jú, það hreinsun úr þeim byggingum sem ræðir og auðvitað úttekt á íbúðunum sem þið fá að heyra meira bara rétt á eftir. Hér sjáum við þessa yndislegu þrívítamynd, hort og séð frá norðaustri og allt sem að henni tilheyrir. Þetta auðvitað 163 íbúðir, 2-4 herbergja, sterk framtíðarsýn fyrir uppbyggingu á þessu svæði. Og það auðvitað þannig að heildartíminn að minnsta kosti 5 ár og þetta búið að eiga sér langan aðdraganda eins og þið vonandi þekkið mörg hér, alveg frá 2017 og núna erum við komin í næstu skref en þetta eftir ásinn næstu skref, þetta alveg 5 ára tímabil að minnsta kosti sem við erum að horfa á og við erum ennþá bara í umsókn og útgáfu byggingarleyfis og erum bara í þessum 0. fasa sem í raun og veru bara mitt á milli. Og ég ætla að fá Ásthildi Helgadóttur sviðsstjóra umhverfissviðs til þess að koma og útskýra þetta nánar og hvað þessir fasar þýða og fela í sér. Þannig að við ítryggum aftur heildarmyndina áður en við förum bara í að ræða 0. fasa sem eru þetta bara erindi þessa fundar. Gjörðu svo vel, Ásthildur. Komiði sæl. Við ætlum að fara aðeins, þetta gæti verið upprifun fyrir ef einhver var á fundinum nú í júní sem við héldum, en það bara gott að fara yfir ferlið aftur. Það sem sagt, við erum í þessum 0. fasa og það ekki búið að gefa út byggingarleyfi, það til yfirferðar hjá byggingafulltrúa eins og en það sem framundan núna að eins og Védís kom inn á, að hreinsa út úr húsunum sem munu verða rifin. Það ekki búið að gefa út niðurrifsleyfi en það að hreinsa út úr húsunum, Fannborg 2, 4 og 6, það ekki byggingarleyfi skyld framkvæmt, þannig að það það sem fer í gang núna og við vildum bara upplýsa það áður en að því að það felst í því felst að það kemur gámur á svæðið, byggingarefni sett í gáminn og svo hann fjarlægður. Það bara það sem við vildum bara ekki að fólk myndi bregða að sjá gám á svæðinu. Þannig að við vildum bara upplýsa þetta. Þetta að fara í gang, hreinsa út úr mannvirkjunum, en það ekki komið leyfi til niðurrifs á burðarvirkjum mannvirkjana. Svo mikilvægur þáttur, það úttekt á íbúðum og skrifstofum eða atvinnustarfsemi mannvirkjum á áhrifasvæðinu. Það núna að fara í gang og við og VFSO hér mun kynna hvernig það fer fram fyrir ykkur. Það mikilvægt bara hvernig þessi úttekt mun fara fram, en þetta til að tryggja ef að einhverjar skemmdir koma af völdum framkvæmdana, að þá búið að skoða öll mannvirki á áhrifasvæðinu áður en framkvæmdirnar hefjast. Þannig að mikilvægt bara að kynna það ferli fyrir ykkur og í þessum 0. fasa ekki búið að gefa út. Við erum ennþá við útgáfu byggingarleyfis og svo það sem framundan eftir að byggingarleyfi verður gefið út, þá það aðstöðusköpun, byggingarsvæðið verður afgirt og fylgt öllum öryggisreglum varðandi það. Og svo í kjölfarið mun þá niðurrif hefjast á þessum mannvirkjum Fannborg 2, 4 og 6 í kjölfarið. Svo það jarðvinnan eftir það og svo upphaf uppbyggingar. Sjá, var ekki þessi svona? Já, ég glemdi eiginlega ít á takkana. Ég búin að segja þetta eiginlega allt. Þannig að það bara ágætt að glærurnar aðgengilegar fyrir þá sem vilja skoða, en gott að líka átta sig á þetta þetta tímaáætlun frá framkvæmdaaðila. Við erum í henni kemur fram að niðurrif á mannvirkjum
mun taka cirka 4 til 5 mánuði og svo jarðvinnan, það bara gott að rifja þetta upp síðan í sumar og þessi gögn eru aðgengileg og svo jarðvinnan áætluð 5 til 6 mánuði og svo upphaf uppbyggingar og það þá að jarðvinnu lokinni uppsteypa sökla og uppsteypa mannvirkjana. Eins og Védís kom inn á þá áætlað að heildarframkvæmdatími taki 5 ár og það auðvitað, þessi 5 ár byrja auðvitað þegar að framkvæmda getur byrjað og þetta allt á upphafsmetrónum, þannig að við vildum bara upplýsa hver staðan væri og eins og ég segi, undirbúa úttekt á íbúðunum og skrifstofum í kring sem auðvitað mjög mikilvægt og gætir auðvitað hagsmuna allra á svæðinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásthildur. Nú, Kópavogsbær hefur heitið að upplýsa meira en minna og fundurinn í dag svona kannski merki það og auðvitað höfum við fundað áður núna fyrir í sumar og við viljum vera með sterka taug við íbúa á svæðinu og hafa góðan fyrirvara á upplýsingum í hverjum fasa og eins og þið sjáu hérna á glærunni þá þessi upplýsingavefur aðgengilegur og þar munið þið líka hafa aðgang að þessum fundi. Auðvitað það þannig að því fleiri sem mæta upplýsingafundi því betra því að þá getum við fengið aðeins líflegri samræður og fengið þær spurningar fram sem að fólk kannski á auðveldara með að svona móta í raunheimum og þetta verður dýnamískara samtal og þannig að við ítryggum það að við erum að fara að halda fleiri upplýsingafundi fyrir hvern fasa og fylgist þið bara vel með og við munum kynna það vel til leiks og hluta því líka að skrá sig á listan hjá okkur þannig að það fari ekki milli mála hvenær upplýsingafundir eru fyrir ykkur. Mér langaði að kynna fyrir ykkur Herdísi Guðrúnu Svansdóttur sem fulltrúi Kópavogsbæjar ef þú stendur upp. Herdís, það sérst andlit á bak við netfangið og það oft þannig að ég fæ bendingu þannig að þú sjáist líka í streyminu. Þetta Herdís Guðrún Svansdóttir, hún á umhverfissviði og verður fulltrúi samskiptahópsins og okkar tengilegu líka við fulltrúa verktakana sem bæði að fara með fannborgarreitin og traðarreitin og mér langaði bara að segja ykkur að það mikilvægt að nýta sér þetta netfang miðbættkopavog.is og hún að vakta það ásamt verktökunum og þar fáið þið bara skilvirkari svör og betri þjónustu heldur en til dæmis bara vera að senda á einstök netföng og það hefur alveg komið fyrir að kannski bæjarstjóri að fá einhver netföng til sín eða fulltrúar í bæjarstjórn og bara gott og gilt og við búum við lýðræði en bara ítrekka það að miðbættkopavog.is það betri leið að fara og þar erum við að safna öllum spurningum saman og það líka hjálpar okkur að bregðast þá við þeim spurningum sem að fleiri að spyrja á hverjum tíma og þá sjáum við líka svona hvar hitin svolítið í kringum einstaka mál. Þannig að endilega nýtið ykkur það. Nú og svo aftur upplýsingafundi við hver fasaskipti, við erum með ákveðna SMS leið og eins og þið sjáu hér í dag að það mjög góðmennt hjá okkur og en SMS leiðin svolítið háð því að þið séu nú þegar skráð eins og ég margoft búin að segja hér. Við erum líka með netföng og við erum með líka leiðir í kringum Ísland.is sem þeim annmörkum háð að það þarf þá að vera eitthvað að frétta, einhver framkvæmdir verða loka fyrir einhverja leiðslur eða eitthvað slíkt til þess að við megum nýta og það alls konar sjónarmið þarna inni sem spil inni eins og persónuvernd og slíkt. Þannig að byggjum ykkur að virða það við okkur að við erum að gera okkar allra besta til þess að ná til ykkar og þykjum líka öll góð ráð varðandi það. Dagskráin í dag ansi flott. Við ætlum að byrja á því að fá Sigurjón Bjarna Bjarnason frá verkfræðistofunni VFSO sem að fara í þessar óháðu úttektir á íbúðunum og hans erindi úttektir mannvirkja við Fannborg og svo næstur í röðina því að við munum ekki vera með sérstakar viðkynningar á milli Elvar Ingi Jóhannesson frá verkfræðistofunni Örugg. Hann mun fara yfir aðgengismál við upphaf framkvæmda
og ég mun halda hérna tímastjórn alveg eins og herfóringi og hérna og flagg ykkur ef að þeir eru komnir eitthvað fram yfir af því að við viljum nýta tíman í góðar umræður með ykkur. Ég ætla að bjóða þá fyrst á svið Sigurjón Bjarnar Bjarnason frá verkfræðistofunni VFSO. Gjörðu svo vel. Þá kemur þetta upp hérna hjá hana. Góðan daginn, ég heiti Sigurjón Bjarni Bjarnason og starfa hjá VFSO ráðgjöf. Þið verða að biðjast afsökunar á röddin í mér. Ég er búin að vera svolítið kvefaður, þannig að hún er svolítið svona léleg í dag. En ég ætla að fara bara hratt svona yfir það sem að okkar vinna snýst í þessu verkefni. Þannig að ég ætla bara að byrja á að tala kannski aðeins reynsluna hjá okkur VFSO. Við sem sagt erum með víðtæka þekkingu í svona málum og höfum komið að verkefnum sem að snúa meðal annars að sprengingum. Við höfum verið að taka út alls konar mannvirki og höfum meðal annars verið að vinna í samstarfi með Náttúruhamfaratryggingum Íslands, þar sem að upp hafa komið einmitt svona erfið mál sem þarf að skoða nánar með þeim. Við erum klári þetta verkefni og höfum mikla reynslu og okkur hlakka til að takast á þessu verkefni með ykkur öllum í sameiningu. Tilgangur skoðanana er náttúrulega til þess að skrá núverandi ástand á mannvirkinu. Við viljum komast inn í húsin, sjá mannvirkin, skoða. Við tökum spurningar á eftir. Já, ég bara vil fá að vita áður en það bara í fannborg sem við erum að skoða? Taka þá spurninguna í mikrofón svo að þeir sem að... Þetta er bara í fannborginu. Nei, þetta er áhrifasvæði. Það stendur nefnilega að þetta var svolítið óskýrt. Já, sko, við erum að skoða að því að þetta er 0. kafli sem heitir fannborgarreitur, þá skýrðum við það, en það er skilgreint áhrifasvæði þar sem að við munum skoða íbúðir innan þess svæðis. Ég kem kannski aðeins inn á það seinna meir í kynningunni. En já, eins og ég var að tala þá viljum við komast inn í íbúðir eða inn í húsin og skoða mannvirkin með tilliti til núverandi ástands áður en farið að sprengja, svo hægt sé að kortleggja annmarka sem eru hugsanlega til staðar í dag. Með þessu þá er hægt að tryggja það að ef uppkoma vandamál eftir framkvæmdir eða á meðan framkvæmdir stendur, þá er hægt að hugsanlega rekja vandamáli til framkvæmda. Þannig að þetta er kannski helsti tilgangur skoðunarinnar, það er að sjá hvert núverandi ástand er í dag, kortleggja meðal annars sprungur og þess háttar og tryggja að hægt sé að greina hvort skemmdir og húsnæðum getur verið rækta til framkvæmdana. Það eru reglugerðir og þær eru svolítið stífar sem snúa að sprengingum. Í þeim reglugerðum kemur fram meðal annars að við þurfum að fara í þessar úttektir og það er talað svolítið að úttektir á mannvirkjum sem eru innan sérstaks áhrifasvæðis og það er hægt að googla þessar reglugerð og skoða hana nánar fyrir þá sem hafa áhuga á því. En þá komum við einmitt að áhrifasvæðinu sjálfu og áhrifasvæðin eru oft misstór eftir bara skilgreiningu eftir skilgreiningu á sprengiefnum og þess háttar. Þetta áhættusvæði er í kringum 80 til 100 metra sem við erum að miða við núna. Þetta er birt með fyrirvara þar sem að áhrifasvæði kann að breytast seinna meir, þar sem það kann annarkvort að stækka eða jafnvel minnka. En það er oft þannig að í þéttri byggð þegar sprengingum er háttað þá eru sprengiefnin veikari og þá er áhrifasvæðið oft minna. En þegar að sprengingarnar verða kannski á aðeins opnari svæði eða þess áttar, þá eru öflugri hvellhettur og öflugri sprengingar og þá oft stækkar áhrifasvæðið. En þetta verður skoða sérstaklega þegar að nær dregur. En eins og ég segi þá er þetta svona fyrsta áhrifasvæði sem við erum að miða við og munum skoða öll þau mannvirki innan þess áhrifasvæðis. Framkvæmd skoðunar. Tímasetningar og
tímasetningar verða sem sagt ákvarðaðar í samráði við alla íbúendur. Við munum hefja skoðanir núna í nóvember og við ætlum að reyna að stefna á það að klára allar skoðanir í febrúar 2026. En þetta kann að breytast, eins og ég segi, með áhrifasvæðinu hvort það stækki eða minnki. Það ég sem að mun koma fara í þessar skoðanir á samstarfskonu minni sem hérna í salnum. Þetta hún Lilja Sigurrós og eflaust munum við nota góðs að því að vera stór verkfræðistofa og fá fleiri aðila til að koma inn til að skoða ef þess þarf. En skoðanir eru bara sjónrænar skoðanir, þar sem við förum bara inn í mannvirkin, metum sjónrænt, það ekki gerðar neinar prufur eða þess áttar og þetta beinist nánast eingöngu að burðarvirkinu sjálfu, það sprungur í steypu og þess áttar. Það verða að tekna sem sagt myndir og ef það eru sprungur núna í mannvirkinu hjá okkur þá verða að gera sérstakar mælingar bara með svona reglustriku en það verða engar prufur eða engin próf framkvæmd umfram þessar skoðanir. Ég svo stressaður á tíma hérna. Skoðanir eru frjálst val hvers og eins. Við getum ekki skikkað neitt til þess að til þess að hleypa okkur inn til sín, til þess að skoða íbúðuna sínar eða til þess að skoða húsin sín. Og það því frjálst val fyrir hvern og einn að fá okkur til þess að skoða mannvirkið sitt. En ef eigendur eða íbúar ákveða það að fá okkur ekki í skoðanir, þá sá íbúi, hann ber þá sjálfur ábyrgð á því að geta sannað hugsanlegt tjón hafi orðið af völdum framkvæmda. Þannig að hann þarf innan gæsalappa að geta staðfest það að þetta tjón hafi verið komið fram vegna framkvæmda á þessu svæði. En ef þú hafnar, eða ef einstaklingar hafna því að við komum, þá hann ekki að hafna bótum. Þannig að ef einstaklingur ef uppkemur tjón og einstaklingur getur raunverulega sanna það að það hafi komið af völdum framkvæmdana, þá eiga íbúar rétt á bótum hvað það varðar. Við hvetjum íbúa náttúrulega alltaf til að fylgjast vel með og taka sjálf myndir og skoða og vera vakandi fyrir einhverjum breytingum og geta þá svona átta sig sjálf á því hvort eitthvað hafi gerst á meðan á framkvæmdum stendur. Öll gögn sem verður safnað saman við þessar skoðanir og þau verða meðhöndluð bara í samræmi við persónuverndarlög. Þetta verður inn á læstu svæði hjá okkur, hjá VFS og ráðgjöf, þannig að það mun engin annar óviðkomandi aðili hafa aðgang að þessu svæði. Við sem skoðunaraðilar munum koma þarna inn og við munum fylgja öllum gildandi reglum varðandi persónuvernd, þannig að það verður farið með öll þessi mál sem trúnaðarmál hjá okkur. Samskiptaleiðirnar, við erum svolítið svona að móta þær ennþá. Það eins og það var komið inn á áðan, það ekki allir á listu og ekki allir hjá já.is og þess áttar, en við erum svona að vinna í því í samvinnu við verktakan og Kópavogsbæ að gera eins gegnsæ og eins góð og skýr samskipti sem hægt að gera varðandi þessar skoðanir. Í fjölbýlishúsum munum við reyna að hafa samskipt eða samband beint við formenn húsfélagsins sem að mun þá reyna að miðla öllum upplýsingum til íbúa húsfélagana. Við munum reyna eftir bestu getu að senda póst eða dreifipóst á alla og vera með bréf þar sem að frekari upplýsingar val á tímasetningu og hvað erum fara að gera og þess aftur komið fram. Og vonandi skilast þetta á sem flesta innan þessara áhrifasvæðis. Að lokum þá bara markmið okkar að tryggja gegnsæi og að áræðanlegar skráningar muni eiga sér stað við skoðanir á þessum mannvirkjum.
Okkur hlakkar til að takast á við þetta verkefni með ykkur og vonumst til þess að samstarfið gangi bara sem allra best. Takk fyrir mig. Komið sæl, Elvar heiti ég frá verkfræðistofunni Örugg. Þetta er ekki alveg fyrsti íbúafundur sem ég er hérna með ykkur á, en þannig að það verður kannski eitthvað endurtekningar, en við skulum bara byrja á þessu. Ég ætla að fara aðeins yfir aðgengismál við upphaf þessara framkvæmda. Þetta er glæra sem ég hef sýnt áður í svipaðri mynd. Þetta er bara þessir fasar sem við erum að tala um, þegar við erum að tala um fasa 0 til 5. Og það sem við erum að fókusa á akkurat í dag er bara þessi fyrsti fasi, undirbúningur og niðurrif innanhús, út úr núverandi byggingum. Þetta svæði þetta þekkið þið vel. Við erum með Digranesveginn hér að sunnanverðu, Gjábakkahúsið að vestan, Neðstutröð að austanverðu og Geislagarðurinn, hann er á sínum stað, og Hamraborgin svo hér að norðanverðu. Og þau hús sem við erum að horfa á akkurat núna eru þessi 3, Fannborg 2, 4 og 6. Verkefnið framundan í þessum húsum snýst það að eingöngu það að rífa rauninni innan úr þeim. Þannig að við erum ekki að fara að sjá einhverjar framkvæmdir utan hús við þær, ekki verði niður eða slíkt, en að sjálfsögðu verður einhver umferð verktaka á svæðinu. Á þessa myndir er búin að merkja aðeins inn svona gróflega sem við kallum helgunarsvæði eða vinnusvæði í kringum þessar byggingar. Á þessu stigi sjáum við ekki fyrir okkur að það verði afgirt svæði. Þetta er auðvitað meira svona svæði þar sem við má reikna með umferð, með efni og annað slíkt. Og kannski alltaf að benda hér á að hér hefur planið aðeins breyst frá því sem var kynnt áður í sumar, að því leyti að við reiknum núna með mun minna svæði sé undir austan við Fannborg 2. Í staðinn reiknum við þá með því að gámar og annað slíkt verða milli Fannborgar 2 og 6. Þannig að við þetta í rauninni, minnkar þetta kannski áhrifasvæði í þessum fasa frá því sem við vorum áður búin að kynna. Og þá mætti kannski líka benda á að við reiknum ekki með á þessum tímapunkti að þessi nein umferð eða starfsemi norðan við Fannborg 4, að norðvestan við Fannborg 4. Þannig að allir efnisflutningar út af byggingunum, þeir fara rauninni til austurs. Eins og ég nefndi, þá reiknum við með að gámar, það verið komið fyrir gámum, nokkrum gámum til þess að taka við úrgangi út úr byggingunum, og þeir vera staðsettir þarna á milli byggingana. Það er líka gott að benda á að við reiknum með áður að þetta er fasaskipt meira, þannig að við höfðum reiknað með því að það er fyrst rifið út Fannborg 2 og svo væri farið í 4 og 6, en nú er hins vegar stefnt á því að rífa samtímis út úr öllum þessum 3 húsum. Þannig að þá verður þetta svolítið konsentreraðara og gengur svona hraðar og skilvirkar fyrir sig. Og þá er líka hægt að samnýta gámana sem að áður var reiknað með að yrðu austan við Fannborg 2. Nú eru komnir þarna milli og hægt að nýta þá saman fyrir byggingarnar. Mér skilst á verktaka að efni verið meira um að losa handvirkt þarna inn í þessum byggingum og borið ýmist niður stiga og tröppur út í gám, eða sendt niður svona rennur sem eru þá sendar út bygginguna og ofan í þessa gáma. Aðstæða verktaka á þessu stigi verður fyrst sinn bara inn í byggingunum sjálfum. Aðstæða verktaka, þá er ég að tala um kaffeaðstöðu eða eitthvað svona, aðstöðu fyrir þá sem eru að vinna þarna. En svo er þetta eftir því sem þessu framvindur, að þá er reiknið með því að hér austan við komi lítill svona starfsmanna gámur, þar sem að verður kaffeaðstaða og annað slíkt. Bílastæðin
eru hér næst, þau eru meir í stórum dráttum óbreytt frá því sem bara í dag. Við erum ekki að sjá neina fækkun á bílastæðum að öðru leyti en auðvitað svæði sem á milli Fannborgar 2 og 6, að þar má reikna með mikill umferð bara verktaka og væntanlega verður þröngt að leggja þar. Þannig að við reiknum ekki með að það sé hægt að fara þar mikið fyrir almenning. Varðandi aðkomuleiðir, þá eru þær aftur nokkurn veginn óbreyttar í þessum fasa frá því sem bara í dag. Aðgengi að Gjábakkahúsunum og Fannborgarhúsum verður alveg óskert og aðkoma að suðurhlið Hamraborgar 12, ef ég man rétt. Við sjáum fyrir okkur að hún sé leidd í rauninni vestur fyrir Fannborg 6, þar sem að þó sé kannski ekki lokun á milli Fannborgar 2 og 6, að þá líklegt að þarna verði starfsemi verktaka sem myndi þá hindra umferð þar Aðgengi að geislagarðinum er svo í raun bara óbreytt frá því sem að nú er. Efnisflutningar verktaka í þessum fasa verða meira og minna bara þarna Fannborgina til austurs, út Neðstutröð og svo þá suður Vallartröð og niður á Digranesveg. Og varðandi aðgengi gangandi, að þá er það aftur í stórum dráttum óbreytt frá því sem bara hægt í dag. Við reiknum með í raun bara sömu leið austur fyrir Fannborg 6 til þess að komast að bakhúsum aftan að Hamraborgarhúsinu. En það verður líka hægt að komast á milli Fannborgar og Hamraborgar, þarna norðan við eins og við sjáum. Í tengslu við þetta allt saman þá höfum við svo unnið vinnusæðisteikningu sem að lítur cirka svona út. Þetta er meira og minna bara það sem ég var að sýna ykkur núna á þrívíddarmyndinni. Þetta er kannski aðeins formlegra plagg, þar sem við sjáum ákveðnar ráðstafanir varðandi merkingar á gangbrautum og slíku. Reiknum með að gangbraut verði sérstaklega merkt þar sem að þess starf, og þarna sjáum við gáma líka fyrir úrgangsgáma sem koma á milli byggingana. Ein kannski breytingi viðbót sem rétt að benda á hér er frá því sem að áður hafi verið kynnt fyrir fasa 0. Áður reiknum við með því að á horni Fannborgar 9, að þar yrði afgirðsmái svæði vegna fyrirhugaðra færslu á lögnum. Það er ekki að fara að gerast alveg strax. Við allavega erum ekki að horfa á það í þessum fasa. Þannig að sú þrenging sem við sáum fyrir okkur þá á götunni að gagnvart umferð til dæmis að Gjábakkahúsinu, að hún er ekki til staðar hér lengur. Þannig að þetta er staðan eins og hún er akkúrat í dag, og ég held að ég hef kannski ekkert meira fram að færa í bili. Takk fyrir. Já, þetta er algjörlega til fyrirmyndar hérna tímastjórnunin. Þökkum kærlega fyrir það. Ég ætla að bjóða þá upp í umræðu dans og biðja ykkur, kæru herramenn og ástildur, að setjast hérna upp á svið í þessa hringstóla sem að hér hafa myndast, og við ætlum að opna fyrir spurningar, og mig langar að ítreka að við tökum 3 spurningar í einu, og Herdís mun fara hérna með hljóðnemann og þið bara réttið upp hönd, og hún mun leita ykkur hérna í mannmerðinni, mannhafinu, rétt ykkur hljóðnemann, og við ætlum að taka 3 spurningar í einu og endilega kynna sig nafn og endilega hvaðan þú kemur. Takk kærlega fyrir. Já. Takk fyrir þennan upplýsingar fund. Sérstaklega fyrir þá sem að búa hér á svæðinu og einnig þá sem að reka hérna fyrirtæki og eiga heim í Kópavoginum. Kolbeinn heiti ég, Reynsson, og rek hérna 2 fyrirtæki í Hamraborg 10, og það er innan áhrifasvæðis samkvæmt þessu. Nú hérna, ég er einnig bæjarfulltrúi fyrir þá sem ekki vita, og hef fylgst með þessu máli.
og mest hef ég haft áhuga á því að þetta sé allt saman gert faglega og samkvæmt reglum. Og ég veit að þetta er 0. fasi, sem því það er bara að vera að rífa innréttingar út úr íbúðunum, út úr húsnæðinu. En að því þetta er nú undirbúningsfasi undir það sem gerist næst, sem er þá niðurrif, að þá finnst mér eðlilegt að koma fram með þessa spurningu og hún er þessi og snýr að aðgengismálum. Nú það vita það allir sem hafa fylgst með að það ríkja reglur aðgengi fatlaðra að bílastæðunum. Og það er bara einfallega þannig að það eru 25 metrar sem að skulu vera ávallt, ekki lengra, frá anderi viðkomandi og að stæðum. Og þegar ég kíki á gögnin sem eru fyrir alla fasana, þá sé ég það að það vantar töluvert upp á það. Og enn fremur er verið að vísa í einhver lyftu sem er ósamþykkt, sem veldur því að tölurnar sem þá eru kynntar eru miklu styttri en ættu í sum tilfellum að vera yfir 200 metra. Það er þess að önnur leið fyrir fatlaðan einstakling að fara á stæði sínu að andri. Og ég ætla bara að spyrja og hafa spurninguna mjög einfalda og hún er þessi: ætlið að tryggja þessa 25 metra alla fasana, að það verði ófrávíkjanleg regla eins og kemur fram í svari frá bæjarstjóra sem var reyndar undirritað af ég held að lögmanni. Þar stendur þetta: það er ófrávíkjanleg regla að farið verður eftir öllum reglum varðandi aðgengismál. Okay. Þannig að þetta er fyrsta spurningin. Fyrsta spurning. Ég ætla að leyfa öðrum að koma að stað með spurningu. Er einhverju fleiri? Nei, já, ég ætla að taka þrjár manneskjur í einu, fyrir ekki. Þú ert kannski bara með margar. Já. Spútspenntur. Já, þú kemur aftur og aftur. Góðan daginn, Sigríður heiti ég, bý í Hamraborg 32. Bara ein ábending, það hefði verið mjög auðvelt að setja bara svona eitthvað plagg upp á vegg og gamla góða mátan. Ég setti mitt sem ég fekk í póstkassa minni inn í lyftuna. Það er ekki en ég mig langar að spyrja, er komin framkvæmdar aðili að 2, 4 og 6? Já. Og já, ég má ekki spyrja fleiri spurninga það í einu. Takk fyrir, Sigríður. Þriðja manneskja með spurningu? Nei, þá förum við aftur í Kolbeinn. Fleiri með spurningar ekki. Já. Datt alveg úr mér en ég var svo ánægð með fyrst spurninguna. Já, hún var flott. En það verða náttúrulega sprengingar og það er náttúrulega, og varðandi úttektina, nú heyri ég fólk tala sprengingar, en þegar þetta var kynnt fyrst þá átti að vera komin einhver ægilega fín tækni sem var nánast eins og að þetta er eins og kljúfa smjör, einhvers konar fleigun. Við höfum reynslu af traðrit eystri og þar voru einhver fleiganir eins og smjör. Þannig að þetta verða miklu öflugur sprengingar, þetta er miklu stærra verkefni heldur en traðrit eystri. Og nú veit ég það að Fannborgin þurfti að fara í gríðarlegar endurbætur á sín tíma út af því að steypan þar er mjög óörugg. Það var einhver steypuvesen þar í upphafi. Þannig að það er alveg ljóst að þegar þú ert að sprengja 2 metra fjarlægð frá slíkri byggingu sem er allt öðruvísi fyrirbæri heldur en þannig að traðrit eystri, hafið ekki áhyggjur af því að það fari illa. Það er spurningin, hvort hafið ekki áhyggjur að þið fari illa. Þá ætlum við að byrja á Elvari frá Örugg, er ekki rétt? Skilji hjá mér að svara Kolbeinni fyrstu spurningunum aðgengismál fyrir fatlað fólk. Ásthildur, vilt þú? Ég get þetta tekið bara. Já, það er alltaf, þetta komur reyndar fram í svari til þín við þessari spurningu, að þessi regla í byggingarreglugerð á við byggingar, nýbyggingar. Þannig að við höfum leitast til þess og Elvar
hefur sýnt alla fasana þar sem að fjarlægðir til að bílastæðum eru eins og kostur að bílastæðum hreyfihamlaðra sé ekki síðra en núverandi ástand og við höfum líka óskað eftir því að eftir samtali við íbúa sem að eru með bílastæði fyrir hreyfihamlaða að þau tali við okkur og við munum þá leita lausna til að gera íbúum auðveldara áframkvæmdatíma til að leggja bílnum sínum og komast heim til sín. Þannig að við erum að fara eftir reglugerðum og þeim reglum sem okkur ber að fara eftir en við höfum einnig lagt áherslu á að við viljum endilega tala við ykkur þá sem og reyna að finna þessar lausnir og þess vegna höfum við talað líka að það hægt að breyta þessu fyrirkomulagi á bílastæðunum og finna lausnir sem gætu létt undir á meðan þessum framkvæmdum stendur. Flott, Ásthildur, takk fyrir það. Næsta spurning var frá... Er það stutt og laggott, Kolbeinn? Ég verð að gera það. 20 sek. Takk fyrir. Ásthildur, hún talar að það sé verið að fara eftir byggingarreglugerð vegna bílastæða. Og það sem að gildi áður, gildir ekki nú, af því að þetta eru eldri byggingar. Þetta á ekki við þegar heilsufólks er að ræða. Bílastæði og fjarlægðir fyrir fatla, það gilda nýjustu reglur það. Þannig að það er ekki nákvæmt að vitna í þetta, það á eingöngu við byggingarna sjálfar. Ekki það sem að snýrað heilsufólks sem að hefur ekki, þú getur ekki verið að labba 240 metra að því að byggingi var byggð fyrir 40 árum. Við förum eftir nýjustu byggingarreglugerð þegar kemur að heilsufólks og þetta svo sannarlega á við heilsufólks hvort fólk getur labbað 25 metra eða 240 metra aðra leið. Okay. Þannig að ég vil bara láta skilgreina þetta nákvæmlega. Skilgreina þetta? Já, þetta alveg skýrt hvernig þetta skilgreint en ég ítreka enn og aftur að við viljum leitast við samtali við íbúa til að geta brugðist við þessu og það alveg skýrt að byggingarreglugerð gildir sú gildandi byggingarreglugerð gildir til dæmis Fannborg 1-9 það þau hús voru byggð fyrir löngum tíma og þá var önnur byggingarreglugerð í gildi en við viljum endilega fá samtal við íbúa til að geta brugðist við þessum fjarlægðum. Gott samtal við íbúa. Sigríður var næst með spurningu. Tek undir þetta með plakatið. Mjög góð ábending að hafa þetta sem sýnilegast að sjálfsögðu allstaðar. Þú spyr hvort það sé komið framkvæmdaraðili. Hann situr nú bara hér. Gísli Árkór. Þú kynnaði til leiks, kannski formlega. Ég fyrir höndu Árkór sem eigandi að verkefninu og hefur verið staðið að þróun af verkefninu núna það verða 8 ár og já, það stuttasæri við því. Þarna? Nei, við erum eigandi að verkefninu sem að ræður svo undir sig við verið svona stýriverktaka sem heitir Mannverk og þeir sjáum útboð á öllum verkþáttum og stýra verkinu. Þannig við erum í raun að vera svona þróunaraðilinn og fjármögnunaraðili verkefnisins. Þannig það Mannverk. Mannverk framkvæmdaraðili undir Árkór. Og Mannverk hefur staðið af uppbygging á allskyns verkefnum, bæði íbúðum og gagnaverum og bara mjög stórum byggingaverkefnum. Okay. Næsta spurning var svo aftur frá Kolbeini. Hafið ekki áhyggjur af þessum sprengingum, talað fína tækni sem væri komin. Hverju svarar þú? Já, fyrsta lagi þetta í raun og veru svona tvískipt verkefni í jarðvinnan. Þegar við erum búin að rífa niður byggingarnar, það situr eftir svæði sem undir núverandi bílakjallara eða þessari svífandi plötu. Þar þurfum við að fara niður einhverja 1,70
metra segi, og svo jarðvinna verður mun auðveldra heldur en svo þegar við þurfum að fara inn í austur, það að segja undir Fangborg 2, sem enda mun minna svæði, en enn og aftur þá vitum við raun og veru ekkert hvað kemur undan húsunum, við munum ekki sjá þannig fyrir við komum að því, og þegar fólk talar sprengingar, þá það sennilega það besta sem við getum gert á svæðinu, en þess að fleyga þetta svæði, þá fyrst yrði skrattin laus, af því að þá titra öll húsin allan tíman í alla mánuðina. En svo má líka nefna það að jarðvinnu aðeins sem mun sjá þessar sprengingar, hann með það, hvað segir maður, á fyrirskránni að hafa aldrei orðið fyrir tjóni og aldrei þurft að sækja bætur í sitt tryggingafélag. Og hann gerir, hann stýrir eiginlega sjálfum sér með í raun og veru svona titriksmælum, þannig leið og hann fyrir yfir eitthvað ákveðin mörk sem eru þá sett á öll húsi í nágrunnu, að þá minnkar að sprengi hleðsluna og stýrir sér alveg bara með við hvaða skal ég segja útkoma verður út úr sprengunum. Já, endilega talaði hljóðnumann, kæri vinur. Þú mátt kynna það til leiks líka að þú segir frá nafni fyrst. Ég var ekkert með þennan tilbúin spurningum, en svo datt ég framhald að þessu reynsla af því að sprengja svona nálægt stórum aðhust. Þetta óvinni nálægt. Já, þetta bara sambarlegt eins og til dæmis þegar Kex hostel, sem við erum byggja hóteli núna, að þar það bara sprengt alveg niður í 10 cm frá vegnum. En þannig að menn hafa ekki áhyggjur af því og þeir búa náttúrulega bara yfir greiðlegri tækni í þessum jarðvinnu framkvæmdum. En nú heitir þetta Hamraborg, er þetta sérstaklega? Viltu tala í hljóðnumann, Sigríður, takk. Nú heitir þetta Hamraborg meðal annars, þetta svæði. Er eitthvað sérstakt undirlag þar? Sem erfiðar eiga við í sprengingum eða eitthvað? Nei, í raun og veru það ekkert undirlega en einn klöpp sem er betri að vera en önnur. Hún kallar bara á annað verklag og í raun og veru þá annarkot minni sprengingar eða stærri hleðslur eða minni hleðslur. En svo reynda líka þessi tækni sem þau eru að vísa til, þetta heitir hydrosplitt. Þá í raun og veru borað niður í gegnum bergið og svo klofið. Og það getur vel verið að við skoðum það ef að bergi hendar í það. En enn og aftur, við bara vitum ekki alveg hvað þarna undir. Já, þetta spennandi að komast að því. Já, mér fannst þess að þú hefur rétt upp hönd áðan með svörtu húfuna. Er það ekki rétt hjá mér? Vorum við nokkuð að skauta fram hjá þér? Allt í lagi, ok, Kolbeinn þá næstur. Hann næst þá. Já. Önnur spurning, ekki spurningaflóði, en veitu framkvæmdin undir þessu. Nú þegar eru miklar byggingar þarna og það eru fráveitur. Og þær eru náttúrulega, þeim stilti þannig að þau annið því sem fyrir er. Nú að koma gríðalegt byggingamagnaða og þetta eiginlega þorp inn í litlu þorpi og að því að þetta eru 2 bílakjallar sem var niður. Það þýðir það að hæð lagnanna, hún verður að fara niður sem mun þýða það að væntanlega það þarf að leggja nýjar lagnir undir þessu öllu saman. Og hvernig ætli þið að koma í þannig fyrir að þetta renni í rétta átt vegna þess að þetta þarf að fara, sjálfrenna, vonandi ætli þið ekki að búa til dælukerfi sem að dæla upp úr einhverjum brunnum. Því að þetta þarf þá að fara þá allavega niður á Nýbælaveginn eða hver sem að þær lagnir þurfa að liggja og ég skilst að lagnir þurfa að vera dálítið neðarlega þannig að þetta er ansi mikið verkefni sem að felst í því að koma fráflæði skólps
frá svona og eru einhver staðar til niðurstöður það hvernig þessum lögnum verður komið fyrir, hvort þeir verða sameinaðar, hvort það munu annað þessu og hver mun sjá það, hvort það verktakinn eða bærinn sem mun sjá kostnaðina því sem hlýst að því að breyta lagnakerfinu þannig að vel verði. Flott, þetta eru fínar tæknilega spurningar. Ég ætla bara að safna saman fleiri spurningum bara í einu. Ég er svona æstur að svara. Já, við afgreiddum Ingólf áðan, en gjörðu svo vel. Ég er formaður í 24 og gjaldkeri í 38 og ég er bara að pæla með þessu stóra háhýsi og útsýni. Geta Kópavogsbær bara byggt stór háhýsi og eðilegt útsýni? Það er spurningin, já. Okay. Þriðja spurning er bara hvet ykkur til þess að nýta tíman og erum hérna til þess að tala saman. Engin spurning er galin en ég minni þó á að þessi fundur er varðandi 0. fasa þó svo að auðvitað þarf líka eins að tala framtíðina en við erum hérna með fulltrúa frá Örugg og VFSO sem að fara í úttektirnar. Ef þið erum með eitthvað sérstakt tengt því þá endilega spyrjið út í það líka. Já, ég bara svona kannski Sigríður heiti ég aftur hérna. Í sambandi það sem Kolbeinn var að tala áðan. Hvernig geta forsendur breyst svona upp á aðgengismál? Ég meina aðstæður fólks alltaf þær sömu og er það vegna þess að það er ekki hægt að koma því við þegar það er ekki nýbyggingar að ræða? Fólk á jafn erfitt með að komast leiðar sinnar. Okay, flott. Hvort sem það er í kringu nýbyggingar eða eldgamla byggingar. Já. Þá tökum við fyrstu spurningu hérna frá Kolbeini varðandi veitur og frávitunar. Hvernig ætlið þið að leggja? Já, þetta er alveg rétt hjá Kolbeina. Þetta er eiginlega gríðarlega stórt og flókið verkefni að halda fyrsta lagi öllum veitum í gangi meðan við erum að færa veitur í endalega torf og við fengum raun og veru verkfræðistofu með þetta í okkur í þetta sem að tekur raun og veru þetta verkefni sameiginlega fyrir okkur og Jáverk sem það hinn reiturinn og þetta er allt gert í fösum og passa mjög vel upp að það að enginn veri fyrir ónæði eða einhverju röskun á sínu veitum hvort sem það er að eða frá. Og svo er náttúrulega bara hæfustu verkfræðistofur sem að hanna veitunda til framtíðar og þeir mun alveg pottitt passa það að allt virki til frambúðar. Svo ég bæta eins við þetta, þá er samkomulag við uppbyggingaraðila á milli Kópavogsbæjar og uppbyggingaraðila að framkvæmdaaðili stendur straum af öllum þessum kostnaði að tilfærsla lagna og að halda lögnunum í virkni á framkvæmdatíma. Og hönnuninu verður borin undir Kópavogsbæ sem samþykkir hönnunum á lögnunum og það eru auðvitað búið að eiga gott samtal við veitur og þeir eru með í þessu samtali. Þannig að ég heldur bara að bæta því við. Takk. Næsta spurning var frá Martini. Það er verið að skerða útsýni með þessum háhýsum. Vill hann meina? Ásthildur? Já, ég skal taka það. Já, þetta skipulag var samþykkt á síðasta kjörtímabili og við breytum því miður ekki núna. Það er bara deiliskipulag í gildi og sem var farið í umfram lögbundið samráðsferli. Þannig að og það er ekki í raun ekkert sem við getum rætt varðandi það í dag. Þetta er upplýsingafundur framkvæmdina og þar erum við stödd í dag í þessu ferli. Sigríður spurði hvernig geta forsendur breyst varðandi aðgengismál? Já, forsendur hafa í rauninni ekkert breyst. Það er varðandi húsin sem eru á svæðinu þá gildir þá gildandi byggingareglugerð varðandi fjarlægðir að bílastæðum. En fjarlægðir á framkvæmdatíma við viljum endilega hafa gott samtal og þessar fjarlægðir þær eru ekkert ákjósanlegar fyrir marga íbúa á svæðinu í dag og við höfum leitast við eins og Elvar kom inn á sem að hefur gert þessi aðgengismál fyrir alla fasana
að hafa fjarlæðarnar ekki lengri en þær eru í dag. Og svo að framkvæmdum loknum þá verða aðgengismálin mun betri en þær eru í dag, en þau eru í dag. Við langar að bæta við þessa spurningu líka þetta svar að á þessu formi sem við erum að biðja ykkur að fylla út að þá er hægt að exa við fyrir hreyfihamlaða. Ef það eru ef þú þarft þannig stæði, þetta eru ekki upplýsingar sem eru tiltækar fyrir okkur á einu bretti, þannig að við þurfum að hafa svolítið fyrir því líka, þannig að við hvetjum ykkur líka í kringum ykkur til þess að grípa nákvæmlega þessa aðila og hjálpa okkur aðeins að vera í samskiptum við þá. Næstur í röðinni, hver var endilega kynntu þig? Góðan daginn, ég heiti Kata, ég er íbúi Hamraborgar 38 og ég vildi koma með nokkrum fyrirspurnum varðandi framkvæmdina sem eru framhaldan. Ég hef verið svolítið að taka eftir að verktakar sem ekki svona byrjar eins og hjá Jáverk, ég tók mynd senasta 7. nóvember, eru byrjar að leggja í bílakjaldaranum hjá okkur og fleiri vinnufólk að leggja á svæðina í kring. Hvernig á að bregðast við því að öll stæðin hjá íbúðum í næstu nágrenni ekki tekin af vinnufólki því náttúrulega þeim fækkar fyrir alla sem eru á svæðinu og þegar bílakjaldarinn líka tekin, þau hefur það áhrif og svo ætlaði ég líka að nefna ruslmál. Ég sendi fyrst fyrirspurn bara í byrjun september og ég sendi ítrekun núna undanfarið en við fengum enga tilkynningu áður en rusl var fært. Ég fekk upplýsingar fyrst bara af Facebook-hópnum og rusli ennþá óásættanlegt. Það eru 2 línur af ruslatunum við Vaxtatröð og við erum ekki með aðgengi að helmingnum þannig ég get ekki ímyndað hvernig fólk sem hreyfihamlað að komast fram hjá bílum og príla yfir aðra gáma íta þeim til hliðar til að farga rusli. Og hvernig á þetta að gera því það á að koma rusl í geislagarða. Þar liggja núna gámar sem vinnumenn vinna í sem ég gerir ráð fyrir að ég er ekki að fara að klára sig á næstunni. Hvenær verður komið fyrir rusli þar? Þess verður það gert áður en farið í framkvæmdina hinar eða á þetta bara vera svona við Vaxtatröð næstu 5 árin? Takk fyrir. Takk fyrir. Næst var aftur Kolbeinn eða já. Takk fyrir. Mér langaði bara aðeins að bregðast við svarinu sem kom áðan varandi það að bílastæði yrðu betri eftir að framkvæmdu lyki. Ég rak nú bara augun í það núna á nýlegum gögnum að því að það var eitt af forsendum þessa verkefni sem var að fjarlægja alla bíla af yfirborðinu og koma þeim niður í bílakjallara. Gott og vel. Og þarna væri þá þessi já. Svo sá ég það að lengdirnar að Fannborginni frá þessum bílakjallara að 2 randurum voru annars vegar 30 metrar og hins vegar 40 metrar. Þannig að það eru væntanlega endanlega tekníkar. Þannig að þetta stenst ekki þá fullyrðingu að þetta sé betra. Þannig að það þarf eitthvað að skoða það og þetta er reyndar alveg samþykktar tekníka þannig að það er svolítið erfitt að skoða það eftir á. En þetta er nú bara staðreyndir sem ég sá. Hvernig má í þessu liggja? Okay. Við erum hérna bara á loka metrinu eða eru fleiri spurningar endilega komið með þær. Já. Endilega kynntu þig. Einar heiti ég Stefánsson, ég hamra bók 14. Einar. Það er samband við breytingar á bílastæðum sem verður sprengt þarna niður og niður yfir. Þá verða mikla breytingar á bílastæðum, verður það til þess að nágrannar fái alla þessa bíla upp í innkeyrslan hjá sér og inn hjá okkur í Hamraborginni. Verða nú bílastæði til að taka við þeim bílastæðum sem fækkar. Já, verða nú bílastæði til að taka við þeim bílastæðum sem fækka. Já. Hefði flottir, þá skulum við byrja bara á spurningunni frá Kötu úr Hamraborg 38, ekki satt, já. Verktakar að leggja í bílastæði og ruslmálin án tilkynningar og tunnur færðar án tilkynningar og ekki aðgengi. Á ég að taka það? Nei, það ekki bara. Já, framkvæmdir í geislagarðinum er eiginlega óskilt þessari framkvæmd. Já. Sem er í framtíðinni, núna Jáverk byrjar að vinna upp, þeir eru farin að leggja í bílakjallar, ég með myndir 7:30 á morgun til. Þeir eru að leggja mikið í kjallarnum.
Já, verkið reyndar hérna með skrifstofur í Hamraborg. Já, það er mannverk sem er að fara í þessar tilteknu framkvæmdir. En hérna... Það er mikið af fólki að leggja á þessu svæði, þannig að þegar verktakar aukast vinnumenn, hvar munu þau leggja? Hvað er gert ráð fyrir vinnufólkina? Það verður mjög mikið umfang. Ég vinn á Landspítalanum, það er mjög mikið fólki og vinnumönnum sem taka okkar stæði. Þannig gerir ráð fyrir að þetta verður alveg eins sér öllum tímum sólarhrings. Þannig hvernig á að bregðast við því? Hvar á þetta fólk að leggja? Vinnufólki sjálft sem er að vinna í framkvæmdunum er að leggja einhver staðar, er ekki endilega að koma vinnuvélum, heldur bara sínum vinnu eða einkabílum jafnvel eða eitthvað slíkt. Sko það er náttúrulega búið að gera áætlun hvar hérna bílastæði eru á framkvæmdatíma og hérna við munum standa við það að svo áætlun gangi upp og ef að það reynist vera þannig að starfsmenn er að teppa þau stæði þá þurfum við að finna lausn á því og hérna það eru ýmsar leiðir til þess að gera það. Leggja fjær, það eru svæði hérna í kringu kirkjuna og bara, já. Já, við finnum bara leiðir til þess að leysa það. Við getum líka skikkað okkar starfsmenn til að koma með almennu samgöngum eins og bara fólk gerir almennt séð eða sóta í rútum og svo framvegis. Þannig að við myndum ekki láta þetta hafa áhrif á hérna, fyrirkomulag bílastæða á framkvæmdatíma. Þetta er mjög mikilvæg ábending og gott einmitt að eiga þetta samtal og fá allt svona fram. Ég sé fyrir mig kannski rútuferðir. Gísli, er það eitthvað? Algjörlega og ef þetta hefur áhrif á hérna, stöðunni sem við erum búin að lofinni þá náttúrulega verðum við að bregðast við. Svo var það sorptunnumálin öll án tilkynningar. Já, gerðu svo vel bara, Herdís, hérna, ég ætla bara að klára að því við erum að ákveða þessa spurninga núna. Ég sendi svipaða... Bara augnablik. Ruslmálin, sorptunnurnar færðar án tilkynningar og aðgengi. Já, það tengist framkvæmdum í Geislagarðinu sem er að ljúka núna í desember. Þannig að þetta er tímabundið ástand og það var aðeins misbrestur á upplýsingaflæðinu þarna út af það var reynt að ná í formann Hamraborgarráðsins og það var en það er búið að halda fund eftir það og jú, það er búið að halda fund með þeim eftir þetta og laga þetta. Þú mátt endilega senda mér þá tölvupóst. Miðbær@kópavogur.is. Nei, bara mér. Ásthildur vill fá persónulega tölvupóst og myndir, hún ætlar að vaða í málið. Já, ok. Bara endilega sendu mér þessa myndir og ég mun sjá til þess að vera talað við verktakann og þetta verið lagað. Það er ekki pláss til að hafa náttúrulega eina röð, þannig að þarf þá bara að svissa þessu reglulega meðan verið að farga en á að koma tunnunum aftur fyrir í Geislagarð eða hvenær verður neðan að sorpið komið fyrir? Það er núna þegar að framkvæmdu lýkur en sendu mér endilega tölvupóst bara astildur@kópavogur með myndunum og ég mun koma þessu til skila. Það væri gott fyrir okkur öll að vita hvenær áætlað að koma sorpinu neðanjarðar og verður rusli aftur hann uppi til hvað er plan því að átt að ljúka framkvæmdum í desember og þar á meðal gerir ráð fyrir að koma sorpinu neðanjarðar sem fíkur alltaf þarna og það væri gott að vita hvað planið er því að þetta náttúrulega verður fyrir að verður ekki hægt að vinna í öllu á sama tíma. Nei, en það er búið að funda með formennum húsfélagana þetta og hvað segirðu? Þetta er í vinnslu með sorpið en ég mun þá, ef þú sendir mig tölvupóst, bara svara varðandi það líka, ef það er í lagi. Svo við klárum, Kolbeinn var að tala betri bílastæði, þetta stæðist ekki nánari skoðun, það var svo sem engin spurning í því en þessu er kyrfilega komið áfram. Einar Stefánsson, var spurning í þessu? Já, það var sem hvernig gengur það upp Já. Já, en við kannski erum búin að, þannig að við séum ekki heldur í pingpong fram og tilbaka, er eitthvað sem þið viljið bæta við það sem þegar hefur verið svarað? Ég myndi kannski að vilja svara þessu, við náttúrulega erum búin að fara í skipulagsferli núna í
sem tók ykkur 4 ár og það voru boðnar fram ýmsar lausnir til þess að stytta vegalendir úr bílakjallara að til dæmis Fagurborg 1-9. Því var hafnað þeirri framkvæmd, það er að segja að stytta vegalendir sko allverulega með það sem við erum að fara að gera í dag. Þannig að meira getum við ekki gert. Við vorum allir boðnir og búnir til að gera þessu vel og mögulegt var og meira að setja upp sér lyftu fyrir íbúa Fagurborgar 1-9. Já, þá vil ég bara minna á að það er ekki verið að gera breytingar á Fagurborg 1-9 og þá gildir ekki núgildandi byggingarreglugerð. Núgildandi byggingarreglugerð gildir fyrir ný mannvirki. Ekki samkvæmt byggingarreglugerð. Þannig að Takk fyrir þetta, Kolbeinn. Þetta samtal mun halda áfram hér og bara gott mál með það. Einar Stefánsson, við erum að tala um breytingar á bílastæði. Verða nóg bílastæði eftir breytingar? Stenst sú fullyrðing? Meðan á framkvæmdum stendur og eftir breytingar. Já, tökum þessa spurningu og opnum svo fyrir síðustu spurningar. Má ekki bæta við á þetta því að þetta er beintengt því að ég sendi ykkur tölvupóst í fyrradag og fekk svar í gær frá Herdísi að við megum loka bílakjallaranum. Sem sagt það er á forræði húseiganda að samþykkja lokun á bílageymslunni. Og ég sendi inn photoshopaða myndir sem er hægt að setja lokanur og hurðar og allt þannig. Þannig að samkvæmt þessu þá megum við loka bílakjallaranum sem sagt allan okkar hluta. Ok, svarið er komið. Og svarið kom frá Herdísi í gegnum miðbærattkópavogur.is. Er það ekki? Akkurat. Glæsilegt, sko. Það virkar. Herðu, æðislegt. Við ætlum að svara Einari varðandi bílastæðin. Verður nóg? Já. Elvar. Já, þetta kannski kemur aðeins inn á framtíðarfasa sem er ekki komin að stað en nú kannski mann ég ekki alveg hvernig þetta var fasa fyrir fasa en við í rauninni erum að færa til bílastæði. Til dæmis verður byrjað á því þegar búið verið að rífa Fagurborg 2 að þá fáum við bráðabirgðastæði þar sem að muni þá koma í staðinn fyrir önnur sem að blokkarast á móti. Við erum líka að gera ákveðnar ráðstafanir varðandi bráðabirgðastæði sunnan við Fagurborg 7 ef maður rétt. Þannig að það eru svona ýmsir reiti sem við erum að færa fram og tilbaka. Við vorum ekki með þetta á kynningunni núna en vorum með þetta á kynningunni í sumar, í júlí og þá vorum við svona að sýna þetta bókhald aðeins hvernig stæðin er að færast á milli. Það er vissulega smá fækkun en við vorum þó aldrei að gera ráð fyrir Hamraborgar bílakjallaranum sem við höfum aldrei lítið á það sem einhvers konar mótvægi við fækkun. Við höfum ekki verið að líta á stæðin sem eru í Hamraborgar bílakjallaranum núverandi. Við höfum ekki verið að líta á það sem einhvers konar mótvægi við töpu stæði. Þannig að í þessu bókhaldi sem við vorum að setja upp. Já, mitt. Herru, við ætlum að opna fyrir bara allra síðustu spurningar. Endilega nýtið tækifærið. Ég ætla bara að spyrja þegar við erum að tala um skoðunar á byggingar. Er bara verið að skoða næstu byggingar eða allar byggingar sem verða á verktímanum? Það sem ég er að velta fyrir mér að það verður byrjað að sprengja þegar búið að skoða næstu byggingar svo koma áhrif á byggingarna sem eru fjær þrátt fyrir að eigi ekkert að gera. Ef það er ekki búið að skoða þær byggingar þá er náttúrulega erfitt að meta heildræn áhrif af sprengingu sem eru fjær. Þess ætti ekki að skoða allar byggingar áður en fyrstu sprengingar eru gerðar. Já, fær Sigurjón loksins að tjá sig um úttektir. Loksins. Nei, sko, skilgreint áhrifasvæði sem var sýnt hérna áðan á glærunum, það eru bara þær byggingar sem verða skoðar innan þess áhrifasvæðis. Og eins og þú komst inn á áðan, þá verða svo settir mælar á áhrifasvæðinu og strax og, tíðni, hraði eykst í þeim mælum, þá lækkaði sprengitíðnina niður þannig að það verður aldrei farið yfir einhver hámarks eða svona hámarkssprengjur eða svona, má ég gera það þannig.
Þannig að það verður bara þetta áhrifasvæðis skoðað sem var skilgreint á þann. Eru Hamraborgarbyggingarnar inn í þessu svæði? Ég sá ekki myndina, ég var að keyra, ég heyrði bara þannig að ég... Það er inni. Já, það er inni. þær eru inni. Allar Hamraborgarbyggingarnar. Það var radíusinn frá sprengipunkti var 80 til 100 metrar. Þá eru náttúrulega ekki allar byggingar heldur inn á þeim radíus, þannig sem ég er að velta fyrir mig, þannig að ekki að þetta áætla hvort að sprungurnar voru fyrr eða seinna því, til þess að við erum hliðin á Hamraborg 2 og 4 en ekki fyrsta reitnum. Þannig að við getum alveg lent í því að verða að koma sprungur eftir fyrstu sprengingarnar það sem einbýlishúsin eru, áður en seinni sprengingarnar eru. Sko, þetta er mjög góð punktur og málið er líka það að ef uppkoma vandamál á þeim byggingum innan áhrifasvæðisins þá er einhvað sem við höfum gert rangt eða einhvað sem hefur farið úrskeiðis eða eitthvað svoleiðis. En ef engar athugasemdir eða engar sprungur eða einhvað sem tengist ef ekkert kemur í ljós eftir að framkvæmdum hefur verið staðið, þá þykir okkur ósennilegt að áhrifasvæði sé stærra að það nái lengra út. Þannig að ef alla byggingar innan áhrifasvæðis er í lagi, þá þykir okkur það náttúrulega er ekki alla byggingar með bílakjallara, þannig að þær sem þið eru að skoða næst er ekki með bílakjallara. Við erum náttúrulega fyrir ofan bílakjallara í Hamraborgum, þannig að við erum miklu óstöðara undirlega en byggingar sem eru nær bara með jörðu. Þannig að það er náttúrulega líka þarf að áætla það að við erum á svæðinu sem er með gott undirlag og byggingar sem er bílakjallara bregðast allt öðru sér við. Þannig að það er ekki hægt að segja, heyrðu, ef það var ekki nálægt, það er ekki fjær. Mér finnst það, af hverju ekki bara skoða allt svæði, senn ekki bara til fyrsta sprengingin og seinni sprengingar eru í gangi. Þið þurfa að ráða kuttu bara til ykkar hjá Vaffinsó, það er áhrifasvæðið allt verður skoðað, alla byggingar innan þess svæðis. Fyrir fyrstu sprengingar. Viltu sýna áhrifasvæðið? Já, ég skal bara sýna áhrifasvæðið hérna aftur. Sjálfsögur getur bara hver sem komið með einhverju athugasemdum tjón þó þessi langt fyrir utan áhrifasvæði. Það er bara rétt og hvers og eins. En við metum bara þetta svæði, allavega held ég að það sé þannig. Já, að fenginni reynslu vantanlega. Já, eins og staðan hér, þá er grænn hringur sem nær yfir allt áhrifasvæði hér og við ætlum að fara í þessar úttektir núna í lok nóvember og vonast til að klára þær í febrúar 2026 og þá er það sprengingar ekki hafnar. Þannig að það verður farið í úttektir áður en allar sprengingar byrja. Já, þú mistir af, er það ekki? Ég var að hlusta. Já, og komst svo. Já, ok. Þannig að mér fannst ég ekkert sjá þegar ég var á leiðinni. Þetta verður líka aðgengilegt. Þetta verður aðgengilegt á vefnum hjá okkur. Já, og var það eitthvað meira tengt þessu eða? Já, ok. Fleiri loka spurningar, kæru vinir? Já, Sigríður enn einu sinni. Mér er nú bara spurt svona í framhaldi af þessu síðasta sem vorum að tala hvernig bregðast nú tryggingafélögin við þessu ef við förum að kvart undan sprungum og hvernig verða þær bætur en ég ætla að spyrja hvenær verður hafið niðurrif og á Traðareit vestri. Ok, næsta spurning, tökum þetta saman. Síðustu forvið. Já, sælverðið Guðni ég, skólastjóri Kópavogsskóla og íbúi í Kópavogi. Ég fagna uppbyggingu á þessu svæði, það er löngu tímabært. Mér langar bara svona minna á og kannski fá svona já við því að við í Kópavogsskóla verðum höfð með í samráði verðandi öryggi nemenda í og úr skóla. Er það ekki áfram? Algjörlega. Flott, við skulum byrja á því að tala ok, síðasta spurningin, Kolbeinn. Já. Bara ein krúsjál spurning. Ætli að standa við 25 metra regluna? Takk. Spurt ætli að standa við 25. Okay, þetta er já eða nei spurning. Þetta er já eða nei spurning, já. Við ætlum að byrja á tryggingafélögunum. Já, sem sagt, ef uppkoma vandamál eða uppkemur tjón eftir framkvæmdir þá verður haft samband við bæði verktaka og tryggingafélag verktakans og farið verður á tjónstað og tjónið metið sérstaklega í samstarfi við tryggingafélagi verktaka og skoðunar eða úttektarmenn. Og svo út frá því koma einhverja kostnaðartölur sem að í framhaldinu verið skoðað nánar. Flott.
Guðný, verður skólinn Kópavogsskóli hafði með í samráði varðandi öryggismál barna sem eru að koma til og frá skóla? Að sjálfsögðu munum við gæta vel að því, Guðný, og fyrir kannski ykkur sem eiga einhverja krakka hér í skólanum, þá er það mikið atriði að gæta öryggis barnan okkar þegar þau eru í og úr skóla. Og svo er líka gaman að segja frá því að við höfum verið að vinna að tillögum að stækkun skólans með Guðnýju. Þannig að þegar að verður svona mikil fjölgun á svæðinu þá þarf að stækka skólan. Þannig að það eru spennandi tímar fyrir Guðnýju og hennar starfsfólk og nemendur að endurbætur og stækkun á skólan. Að lokum þá er það standandi álitamál kvöldsins verður 25 metra reglan virt. Það er Já, það er varðandi traðareit, þá eru þeir aðeins þegar þetta eru 2 reitir í rauninni, þeir eru aðeins svona á eftir í þessum fasa og þeir hafa ekki ennþá sótt byggingarleyfi, þannig að þeir byrja ekki alveg strax á framkvæmdum, en við munum að sjálfsögðu upplýsa þegar að fer að draga til tíðinda þar. 25 metra reglan, já, þetta gildir nýbyggingar og þar munum við fara eftir þeim reglum. Það er auðvitað þannig að 25 metra reglan er ekki algild í bænum í eldri húsum og það er ekki hægt að fara fram á það þegar að í eldri húsum víða er þessi fjarlægð 30-35. Við höfum meira segja gert kannanir á því bara eins og í Lindahverfi þar sem að er nú ekki mjög gamalt hverfi en þannig að þetta hefur verið inn í reglugerð núna og var sett aftur inn og þetta gildir nýbyggingar. Þannig að já, það verður farið eftir því í þessum nýbyggingum sem á að fara að byggja. Þetta voru loka svörin í dag. Mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ég ítreka miðbær.kópavogur.is, það er okkar upplýsingarsíða. Herdís Guðrún Svansdóttir, hún er andlitið á bak við tölvupóstinn miðbær.kópavogur.is sem er strax farin að virka vel, heyri ég. Og við hlökkum til að vinna þetta með ykkur. Við gerum þetta ekki án ykkar. Við þurfum ykkar endurgjöf og eins og við erum margoft búin að segja hér í dag að þá verða upplýsingafundir í hverjum fasa og meira til. Við erum hérna fyrir ykkur og takk kærlega fyrir samtalið.